Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og það hljómsveitin Aspekt sem mætt hérna í stúdíóið. Velkomnir, Haukur Sindri Karlsson, Atli Dagur Stefánsson. Gaman að sjá ykkur. Þið ætlum að enda þáttinn á lagi með þessari glænýju hljómsveit sem var stofnuð áramótin. Já, stofnuð núna bara í janúar, byrjun janúar, þegar Haukur Sindri á leiðin út til Danmerkur. Góð hugmynd að stofna hljómsveit þegar annar á leið úr landi. Já, kannski ekki. Já, reyndar komst hérna bara 2 vikur seinna. Varst hjá mér í heila viku og ég átti bókað sömdu þar 5 lög. Já, það? 5 lög einni viku? Já. Vel gert. Takk. Og ykkar svona, þú hefur komið áður, því þú varst að segja mér örugglega frá þínu námi þá. Já. Sem þú varst á leiðinni og ert núna, búið með 2? Já, búið með 2 ár. 2 ár? Já. Á svona tónlistarframleiðslu námi í Kaupmannahöfn og líkar vel. Já. Áttu mikið eftir? 1 ár. Já. Allt og lítið. En þú ert pípar á Sauðárkróki? Já, á Sauðárkróki. Spila fótbolta með Tindastóll. Já. Og er þar bara á fullu núna að semja. Og ert þar að semja tónlist og spila gítar og píanó og... Já. Og náðið líka að vinna svona eitthvað fjár svona yfir netið? Já, það er eingöngu verið þannig síðustu mánuði, sko. Já. Seinustu 3 lög sem við gefum út hafa verið samin og kláruð að fullu bara í gegnum Facebook. Tæknin maður minn. Já. Og hafa þessi lög byrst á einhverjum svona miðlum? Er þetta komið út um allt? Já. Þetta er á Spotify fyrir áhuga sama. Já, Aspekt á Spotify? Já, með seta, ekki S. Aspekt með seta. Eins og stendur á peysunni. Já, heyrðu, það eru peysur á læti. Já, það gleymist. Já. Það er ekki músíkant á þess að vera með sína eigin fatalínu. Það er rétt. En segið mér aðeins, í sumar eru það brasa eitthvað mikið í tónlistinni saman? Já, við erum komnir með heimastúdíó á Sauðárkróki. Já. Verðum mikið þar, stefnum á að klára albúm, bara í vonandi ágúst. Og En einhver svona gigg og spilar í með því? Vonandi, það er lítið það, en það er eitthvað. Já, það er allt í uppnámi bara. Það er allt í uppnámi. Sko. Við höfum kannski ekki að tala um eitthvað svona stór venue, svona kannski svona smærri heimilistónleika. Já, við erum allan með, núna 11. júlí erum við með... Já, Bændamarkur á Hrafnagili. Bændamarkur á Hrafnagili. Þá verið þið þar? Já, frábært. Við erum þar. Gott að láta fólk veita því. 11. júlí, klukkan hvað cirka? Allan daginn? 2 skils mér. Já. Þeir spurði síðast. Já. Þannig að þar getur fólk barið ykkur augum og eyrum. Já. Og kynst ykkur betur. Já. Hvaða lag ætlaði að flytja fyrir okkur núna í lok þáttarins? Það er Up All Night sem er nýjasta lagið okkar. Kom út í gær, 1. júlí. Og það var samiðið mitt, bara alfarið gegnum netið. Hann sendir á mig takt sem að ég klára síðan á 2 mínútum, held ég. Já, þetta var fáránlegt. Já, þetta er eitt af þessum lögum sem var bara... Ég heyrði tattinn og lagleirin kom bara beint í hausnum. Og textinn, kemur hann eftir á eða? Já, sko, já. Það var kannski svolítið á saman tíma. Já. Textinn og lagleirin kom svolítið. Og hvað fjallar textinn, má spyrja því? Þetta er svona, já, í raun og veru er textinn fjallar hann um mann sem er að losna úr sambandi. Já. Og kannski svona, það er kannski svolítið daburt fyrst og svo heldur lífið áfram. Heldur lífið áfram. Og hann hressist við. Já. Þetta er alltaf eilíðar yrkisefni, ástin og ástarslitin. Já. Á nóg að taka. Já. Heyrðu, takk fyrir að koma og segja mér frá þessu og bara hlakka til að heyra lagið ykkar og gangi ykkur vel. Takk fyrir.